frábært. Við erum sem sagt að fara bara byrja með smá innganga að kynna sig, þína bújörð og hvort þú hafir einhver reynslu af svona umhverfisverndarverkefnum eða náttúruvernd á þinni, bara hvort þú hafir einhver reynslu af slíkum verkefnum. Já, ég bý hérna á Ystugörðum og við erum með 1000 kindur vetrarfóðraðar og svo erum við nokkra endur. Náttúruvernd er náttúrulega, hún kannski tengist okkar jörð svolítið mikið því að við náttúrulega höfum Eldborgina í okkar landi, hlutafinni, og hún flokkað sem náttúruvætti og var friðlýst 1974, þannig að við, svo sem stór hluti af jörðinni þarna friðlýstur. Og svo erum við náttúrulega búin að vera að stunda í mörg ár uppgræðslu þarna út við hraun, þannig að já, við erum búin að vera mikið í því og svo má segja restina af jörðinni nýtum við undir landbúnað, þannig að þetta eiginlega, sem ég segi, við erum stóran hluta í náttúruvernd og og partur af náttúruverndinni myndi ég segja náttúrulega beit, hún partur af því að halda niðri ákveðnum gróðri. En við sjáum núna eins og í hrauninu að birkiskógurinn hann vex og vex bara með hverju ári og ég flytt hérna fyrir 26 árum síðan að skógurinn í hrauninu hefur þést alveg svakalega. Það bara ótrúlega munur hvað hann hefur breyst mikið og svo fyrir nokkrum árum þá fór bróðir tengdapabba með okkur út í hraun að smala. Og þá var hann að segja okkur sögur þegar það voru að hleypa fyrir kindurnar og hestum þarna út í hraunni. Þú ferð ekki með hross þarna í dag. Þetta bara þéttur skógur. Þannig að landvernd, hún náttúrulega þegar við förum að ræða landvernd og landbúnað, þá það þetta viðkvæði, þetta svolítið svona vafasamt hvernig þetta leggst í fólk sem geta fara alveg í hnút, en ég tel það að bændur stunda að stórum hluta landvernd og við erum að því, held ég. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta mjög skemmtileg saga að heyra hvernig þetta hefur breyst svona í gegnum árin. Næsta sem við ætlum að velta upp bara hvaða áskoranir og tækifæri þið teljið í náttúruvernd vera fyrir ykkar bújörð eins og hún í dag. Þannig ef við byrjum bara á þér, Unnsteinn, hvað segirðu? Já. Spurt kannski? Já. Sko, ég tel svo sem að það sé nú ekki mikið hægt að gera umfram það sem Þannig að ég hef nú alveg sömu sögu að segja eins og Þóra með hvernig gróðurinn hefur breyst núna á síðustu 25-30 árum. Þá hefur komið birki og breyst allt saman á þessu svæði. Að vísu náttúran náttúrulega sér sína eins og sagt ofta. Það breytist mikið við mýraldana. Það var mikið af flottum trjám sem voru komnar sem að brunnu bara og var að starta allt upp á nýtt. Sko. En ég veit ekki, ég held að ásýnd bara búana sem slíkara skiptir svolítið máli í þessu. En við getum voða lítið gert í náttúrunni. Hún hvað á maður að segja, bara fullkomin eins og hún Ég held að, ég veit ekki hvernig maður á að, en já, svona fyrir mitt bú, sko, þá held ég að sé ekki mikið hægt að gera, sko. Í viðbót. Hvað segir þú, Sigrún, þetta? Hvað möguleika sér við ykkur? Takk fyrir. Mér finnst í raun og veru tækifærin mjög mörg og spennandi. Og þegar ég fór svona að reyna að ramma þetta inn, þá fannst mér bara svona helsta áskorunin. Hún í raun og veru væri bara að stuðla enn betri nýting á landi, en þá með í raun og veru sjálfbæra nýtingu í forgrunni og algjörlega sátt við landið. Og kannski að því þau eru búin að tala svona hvað hefur breyst á síðustu árum og allt það, að þá þetta nákvæmlega eins að ég náttúrulega það engin tré á minni jörð.
og það í raun og veru bara þannig að ég bý hér lengst upp í fjöllum og gróðurfari bara öðruvísi. En við sjáum alveg stórkostlegan mun og kannski ég tók ekki inn í kynninguna áðan að ég náttúrulega fædd og uppalinn hérna þó ég hef farið aðeins í burtu í nokkur ár, að þá getum maður bara séð og maður sér það bara svart á hvítu, hvort sem það á myndum eða bara svona það sem maður hefur upplifað að gróður farir náttúrulega geysilega mikið að breytast og það alltaf verða miklu grænna og svona, já, það ekki orðið eins harðbýlt uppi eins og upp á fjöllum eins og kannski var. Og það hérna breyting sem mjög eftirtektarverð og auðvelt í raun og veru að sýna alveg fram á með bara myndum og öllu slíku. Og það svolítið gaman að upplifa þetta á meðan að náttúrulega töluvert mikið, já, beitiland hér töluvert mikið nýtt. Og ég held í raun og veru að akkurat eins og við töluðum náttúruvernd að þetta væri eitthvað neikvætt. Þetta þetta orð náttúrulega mjög jákvætt, en það hefur öðlast svona svolítið neikvæða merkingu hjá mjög mörgum bændum á undanförnum árum og það fyrst og fremst að því það skortir á svona samtal á milli þeirra sem innan gæsalappa telja sig vera mikla náttúruunnendur en kannski svona áttar sig ekki alveg á því hvað felst í orðinu. Mér finnst í raun og vera náttúruunnandi sé sá sem ann sínu landi, náttúrunu, hvort sem það fuglalíf eða gróðurfar eða hvað sem og í raun og veru vill að það haldi sínu og bæti frekar í, en það sé ekkit endilega sá sem gengur harðast fram með boð og bönn og allt slíkt. Og bara í gegnum þetta allt saman sem að ég búin að velta þessu fyrir mér eftir ég fékk boð að taka þátt í þessu, að þá held ég að sé mikilvægast í náttúruvernd í dag á Íslandi, það þetta samtal á milli bænda og annarra landeigenda, bænda sem nýta landið eða bænda sem kannski nýta það með öðrum hætti, með skógrækt eða annarri ræktun og eins líka bara samtal bænda og dreifbýlisfólksins við fólki sem kannski aðeins að tapa tengslum við náttúruna í þéttbýlinu. Því að það leysa svo ótrúlega mörg mál farsarlega bara ef það talað þau og skipst á skoðunum og kannski eitt fordómum í báðar áttir. En svona það sem ég má aðeins, ég kannski fann að tala alltaf mikið, að það sem ég að velta vöngum mér í samband við þessi tækifæri sem ég hugsaði bara það sem okkur snýr hér, að þá finnst mér það að vera mjög mikilvægt, til dæmis með betra bara skipulagi, betri yfirsýn yfir hvað maður ætlar að gera og þyrfti að gera, betri langtíma áætlunum það hvernig nýta eigi landsins og betra eftirliti. Það má alltaf bæta held í hvaða búskap sem Og þá ég bara að tala eftirlit hjá þeim sem að bara standa vaktina á búunum, ég ekki að tala eitthvað opinbert eftirlit eða eitthvað slíkt, heldur bara að fólk sé á tánum varðandi þeirra hluti. Nú tækifærin, þau felast fyrst og fremst í því að gera, eða hérna eins og frá okkur séð, að gera rekstur búsins og ferðaþjónustunnar, ekki má gleyma því, þannig að öll þjónusta og afurðir séu í sátt við náttúruna. Og þetta bara svolítið mikil áskorun. Það jafn mikil áskorun að beita ekki einhvern blett og mikið eða tapa ferðamönnum of oft göngustíginn, þannig að það felst mikið í þessu. Og ég held í raun og veru að náttúruverndin, hún felist í því að nota og nýta, en gera það bara þannig að ekki hljóti skaði af og frekar sér skila meira til náttúrunnar heldur en tekið þér. Nú landbúnaður sem stundaður í sátt við náttúruna, ég held að hann sé eftirsóknarverður, og hann tikkar í svo mörg box. Það bæði varðandi kolefnissporið, það bara varðandi efnahagsmál og það bara varðandi svo óbúslega marga hluti. Þannig að ég held að sé bara mjög jákvætt. Takk. Takk fyrir þetta. Þetta einmitt spurning að finna jafnvægi bæði í umræðinu og svo bara í notkuninu á landinu. Þóra, ert þú ekki eftir ef ég varpa þessar spurningu yfir til þín? Já, það bara þetta sátt að nýta ekki landið of mikið, það partur af náttúruverndinni að beita ekki of mikið og vera bara í þessu hafa jafnvægi, en við náttúrulega bara höldum áfram að bæta þá náttúru sem við með, við að græða upp og eins og núna bara hérna sem næst húsunum það voru kýr hérna og það eru svona lækjabrekkur
sem voru allar skornar eftir kýrnar. Og það alltaf að gróa upp og án þess að við höfum svo sem gert neitt. Það bara þessi friðun frá kúnum var, já, þau lagaðist bara þó að kindurnar séu þarna vorin í börðunum og þá eru þau samt að gróa upp. Þannig að það svona, bara, já, maður reynir að bæta landið. Það svona, já, helsta náttúruverndin. Og þannig já, það ekki meira. Við höfum kannski aðeins komið, eða þið hafið aðeins komið inn á það í þessum umræðupunktum sem það hafa verið með núna, bara hvaða tækifæri eru og áskoranir eru fyrir bændur í heild sinni í svona náttúruverndarverkefnum. Viljið þið bæta ykkur við það? Þú byrjar, Sigrún. Já, sko ég held að bara bændur hafa bara stórkostlegt tækifæri til þess að auka svona hróður sinn og sinnar bara framleiðslu með því að sinna náttúruvernd með hvað hætti sem það bara í raun og veru að leggja sitt að mörkum. Og ég vil nú meina að bændur hafi gert það allflestir bara í gegnum tíðina. Þeir séu svona ákveðnir ábyrgir landverðir sem hafa hugsað vel um sína jörð. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að í umræðinni náttúruvernd að þá eiga bændur að vera sýnilegir. Og þeir eiga að vera óhræddir við að svara þeim spurningum sem koma þar upp og óhræddir við að taka umræðu og vangaveltur. Ég held að það skiptir svolítið miklu máli að rödd bænda heyrist mikið varðandi þessi mál og þeir spretta ekki bara upp einhverjum leiðindarmálum til varnar þegar illa gengur, heldur í raun og veru séu talsmenn og baráttumenn þess að náttúruvernd eigi sér stað. Nú, eins og ég sagði áðan að þá bara þurfa bændur að vera duglegir líka að taka samtal náttúruvernd og landnýtingu og nálgast viðfangsefnið bara á jákvæðan máta. Ég held að það sé málið. Takk. Hvað segir þú, Unnsteinn? Hefur þú bætt eitthvað við þetta? Já, ég svona bara alveg sammála þessu. Það þetta, sko, það að við séum ekki með eitthvað kerfi, eftirlitskerfi sem að berja á allt og öllum í staðinn fyrir að þetta sé samtal á milli bænda og yfirvalda eða hvað maður að segja, náttúruvernd þannig að þetta sé svona smurðara kerfi. Mér finnst ekkert að því að ef að kæmi hér ykkur frá náttúruvernd og myndi segja, heyrðu, þú ert ekki alveg að gera gott þarna, þetta ekki nóg gott. En að ég fái þá tækifæri til að segja, já, en tilgangur því sem að ég að gera þessi. Þannig að komi skilningur á móti að og ég held að svona flestir bændur á landinu svona yfir heildina séu náttúrusinnar alveg bara í gegn vegna þess að við erum bara þannig gerðir, við erum ekki bændur, bara bændur, við eigum land, við erum stoltir af landinu okkar og ég held að stærstu hlutin af okkur hugsi rosalega vel landið okkar. Og þetta eru einhverjir sem eru kannski ekki að gera það. Vegna þess að landið jú það sem við erum að selja, ferðamönnum. Það ekkert öðruvísi. Þannig að við þurfum að vera saman í þessu. Ef við ætlum að hafa þá grein innanlands, þess að hafa ferðamennsku. Þannig að já, ég bara, eins og ég alltaf sagt, það bara samtalið sem skiptir öllu máli við okkur bændur og koma fram við okkur sem náttúrusinna, við erum það. Við erum ekki svona eins og kaupstafabúinn sem kannski með huglagðan garðinn hjá sér jafnvel og telja sig vera náttúrusinnans og sjá svo einhvers staðar brotið tré og verða brjálaðir. En við erum svona, ég held að skilningur okkar á náttúruvernd sé mjög sterkur og hár. Hvað segir þú, Þóra? Svona? Já, ég held náttúrulega að kannski hefur vantað að halda bara lofti að bændur hafa náttúrulega verið sá hópur í þjóðfélaginu sem stundar mestu landverndina yfir höfuð og við kannski gleymum því að segja frá því hvað við erum að gera og
við eigum að vera stolt af hvað við höfum gert. Þannig að það náttúrulega eru svakalega tækifæri bara að leyfa fólki að heyra og vita með og þannig að, já, þetta er svona, já, hvað ég segja, við, tækifærin eru mörg, en við þurfum að eiga samtal og tala og segja frá og fólk þarf líka að sýna kannski skilning að við fólk sér oft ekki saman hlutin, oft talað fólk heldur að landvernd þýðum að þá eigum við að planta allt á trjám, að það þýðir landvernd. Og það er kannski ekki alveg að rétta, þannig að það er svona þarf að koma réttu skilning líka í tækifærin, í þessu tækifæri. Við vorum að fá svo skemmtilega spurningu frá henni Iðunni, Hauksdóttur, ekki frá Landgræðslunni. Hvort það væru eitthvað svona sérstök náttúrufyrirbræði sem þið hafi varðveitt á ykkar jörð, annarkvort vegna sögulegs gildis eða tilfinningalegs eðlis. Við byrjum á þér, Unnsteinn. Ég sé kom bros. Heyrist í mig núna? Er þetta Þröstur? Þröstur komin inn. Já, flott. Tæknilega aðstöð. Þú er frábært. Má ég komið aðeins inn á aðra spurningu? Já, endilega. Já, þessu 3 punktar, hvað það var það sem við langar til að koma að. Það er náttúrulega misjöfn tækifæri hjá mönnum, hjá bændum á sínum jörðum og þá áskorunni líka og hvað menn eru tilbúin að taka sig á. Og það hefur líka náttúrulega misjöfn áhugi líka hjá bændum og sýn hvað þeir vilja gera í náttúruvernd. Og síðan kemur náttúrulega að þessu líka hvað kosta aðgerðir og þá er þessi skortur og tímaleysi sem hrjá okkur bændur stundum líka. Það voru þessi þættir sem kannski til að koma inn á í þeim leið. Er eitthvað svona fyrirbæri á þinni jörð sem þú ert að varðveita? Eitthvað sem hefur sérstakt gildi, annarkvort tilfinningagildi eða sögulegt gildi? Þessi spurning fer út í kosmosið. Eða er hún beint að mér? Já, hún er beint að þér. Já, okay. Að því þú varst að koma svona inn, sko, þú verður bara að bæta það svolítið inn í. Ok, ekki mál, sko. Það eru náttúrulega kannski ekki beint eitthvað sérstaklega, ekki eins og Eldborgin eða eitthvað slíkt, sko, en við höfum náttúrulega, erum við Stakkahamnsnesi sem er svona sanddrif sem að verður svolítið að hugsa hvað verður við eins að þetta er náttúrulega sandur sem er á ferðinni og þá þarf maður að velta því fyrir sér og passa að það er rauninni bara fjúk ekki burt, bæði verður maður að hefta beit og kannski líka umgengni hestamanna til dæmis eins og við höfum gert að við höfum beint umferðinu nesið bara ákveðnar slóðir þannig að menn sé ekki að ríða allt nesið að óþörfu, Stakkahamnsnesið. Það er kannski að helsta í þessu viðfangi. Og með þessum aðgerðum ykkar hafið þið séð einhverja bætingu á landslaginu eða á jörðinni? Já, í rauninni sko, það fyrir rúmum 10 árum síðan var sett upp hestagerði hérna í nesinu á vegum Reiðveiðinefndar og það rauninni gjörbreytir því að þessi stóru hestahópar sem eru að fara hérna þeir þá bara á þeim stað en ekki hvar sem og eru þá jafnframt að taka beit af mér, af mínum búpening sem er náttúrulega ekki mjög sterkur, beitin er ekki mjög sterk í þessu þurrlenda nesi sko. Takk fyrir þetta. Hvað segir þið hinn? Hvað segir þú, Þröstur, fyrstu vorum að byrja á þér áðan? Varstu að meina Unnsteinn? Já, Unnsteinn, ég er að rugla ykkur saman. Er ekki það? Já. Það er engin munur að kúka í skítana eftir þessu lagi. Nei. Já, það eru náttúruvættir hérna sem eru í þjóðsögum Jón Árnasonar og auðvitað varðveitum að það og það er til dæmis stórar þúfur sem eru hérna milli húsa hjá mér sem heita íluþúfur og þannig mér langar rosalega að taka aðra þeirra en ég held að ég fái mig aldrei til þess
þó hún sé fyrir mér þá verð ég að varðveita þetta. Og svo eru hérna stóri steinar hérna út allt og þetta eru hlutir sem að verða að fá að vera áfram næstu 1000 árin. Þannig að maður passar upp á þetta, já. Sigrún, þú talaðir áðan Eldborg, hvað ekki? Það var Þóra. Var það Þóra? Ég náttúrulega svo ný í þessu, þekki ykkur svo illa, en fyrirgefa ég sé að rugla ykkur öllum saman. En Þóra, já, viltu bæta ykkur við það? Nei, við náttúrulega höfum Eldborgina og hún náttúrulega friðlýst fyrir beit stórgripa, þannig að hún náttúrulega alveg einstakt náttúrufyrirbæri. Þannig að það svo sem þekkja það allir. En hjá þér, Sigrún, eitthvað svona? Já, það er náttúrulega ýmislegt. Ég allavega voða upptekin af því að þessi bara saga hér hvern pól og vil halda í það sem allra mest. En á okkar jörð náttúrulega eru þríhellurnar sem eitt stærsti berggangur á Íslandi sem gengur fram úr Hlíðarmúlanum. Og maður gerir svo sem ekki til þess að passa hann annað en að bara horfa á hann og fylgjast með honum því það illkleift eða það er allavega ekki gönguleið að honum eða neitt slíkt en það er svona eitthvað sem maður hugsar að er svona mjög sérstakt á þessari jörð. Síðan eru í raun og veru hérna fyrir innan á Hafustöðum sem jörð hjá okkur líka sem eru mjög svona margir sögulegi blettir sem eru gamlar sögur sem fylgja sem einmitt hólar og hæðir sem mann dettur ekki í hug að hrófla við á nokkurn einasta máta sko. Þannig að það er svona bara til þess að hlaupa eitthvað bratt yfir að það eru svona margir staðir sem bara kemur ekki til greina að gera neitt við, þeir bara halda sér og sínu og eina sem maður gerir fyrir þessar staðir bara viðhalda sögunni og reyna reyna sem sagt að láta þetta berast mann fram að manni þar sem þetta gerðist og annað slíkt. Ef við snúum okkur bara aðeins að lognverkefninu, hvaða tækifæri sjáu þið fyrir bændur að taka þátt í því og kannski samtvinnið aðeins við hvernig ykkur leyst á kerfi sem Írarnir nota eins og hann kynnti fyrir okkur, hann Brendan var ekki í fyrradag. Og við byrjum á þér, Þröstur. Ég sá ekki þann fyrirlestur en mér sýndist það kannski vera svipað og Sigurður kynnti á fundi hérna í vetur. Fyrir að fyrsta þá þetta lognverkefni að ég tel mjög gott að því leyti að þarna verið að leiða fólk saman til að eiga þetta margumtaða samtal og úr því geta komið góðar hugmyndir á báða búa og það er mjög mikilvægt að skoðanir séu virtar frá okkur landeigundum og innan úr og frá stóðkerfinu og fræðasamfélaginu. Þannig að út geta komið góðar hugmyndir. En síðan náttúrulega kemur þetta líka alltaf að því að ef einhver fer inn í svona verkefni þá verður hann náttúrulega geta gert það og gefið sér þann tíma til þess að njóti þá einhver ávöxta. Það er svona mín sýn inn í þetta lognverkefni. Algjörlega. Hvað segir þú, Þóra? Hvaða tækifæri telurðu vera í lognverkefninu? Ég bara nokkuð sammála Þresti bara og maður segir svolítið sem betur sjá augu en auga og það er bara mjög gott að fá svona fjölbreyttari sýn og mjög gott líka eins og fá tillögur og hugmyndir. Þannig að þetta er svona, já, ég er bara sammála Þresti hérna. En þú, Sigrún, hvað? Já, mér líst bara býsna vel á þetta en ég held kannski eins og Þröstur kom aðeins inn á þarna að það verður einhvern veginn að ramma þetta þannig inn að menn sé að taka þátt í þessu og geti gert það alveg að fullum þunga. Þeir hafi tíma og hugsanlega fjármagn til þess að gera það sem að gera þarf ef það er stærra í sniðum kannski heldur en að fólk er svona að hlaupa í dagstaglega. Og ég held í raun og veru að það sem að fæst út úr þessu hugsanlega þetta mikilvæga eins og títt nefndir hér samtal og líka að það sé í raun og veru bara farið að gefa þessum málum svona meiri gaum að það sé svona, já þetta sé ekki eitthvað sem er bara í umræðinu svona einhverju tyllidögum heldur sé þetta svona hvatning fólki til þess að fara að hugsa þessi mál bara alla daga. Ég er alveg klár á því að það er svona
í raun og veru mikil tækifæri í þessu. Ég held náttúrulega bara, eða þeirra skoðunar að bara bændur náttúrulega bara leggja metnað í náttúruvernd og sem sagt bara sýna gott fordæmi. Og eins og ég kom inn á áðan að það þarf að vera sýnilegt, að fólk viti af þessu, þannig að það sé ekki, eins og ég bara tala um bændurnar þegar hérna eitthvað slendur í gangi. Og mér finnst mjög æskilegt að forysta bænda myndi bara hefja samtal við stjórnvöldum samstarf sem geti nýst bændum og hinu opinbera. Og bara á tímum eins og núna akkurat að við vitum það að það er kannski mjög margt sem að manni langar að gera í einhverju, hvað sem að landvernd eða náttúruvernd eða svona gera eitthvað betur. Það bara, já, mannafli bænda að vori til, hann bara ekki þannig að hvort sem þeir eru í kúabúskap og hérna kannski að rækta mikið land eða jafnvel korn eða endurrækt eða hvað sem það eða sauðfjárbúskap þar sem að sauðburður tekur mikinn tíma og allt þannig. Að ég held í raun og vera sko leið og það væri komið kannski svona smá innspýtingu inn í svona verkefni, að það myndi geta gert ótrúlega mikið. Jafnvel bara þó að vera eitthvað tímabundið. Það eru ótrúlega mörg verkefni nefnilega sem maður getur hugsað að gætu talið til þessara hluta. Það er bæði í sambandi við uppgræðslu, tiltekt og ýmislegt þannig svona bara til þess að ásýndin sé betri og svo maður tala nú ekki sko, ég þurfa alltaf að nefna það hérna, veist að hreinsa upp gamlar ljótar girðingar eða eitthvað álíka sem að manni finnst svona vera akkurat, já, vandamál sem búið að fylgja bara þessu í gegnum mörg ár og bara manni finnst það vera óbúslega jákvætt að vera hægt að gera eitthvað átak í einhverjum svona málum. Mér finnst það bara vera partur af landum, þó að sé ekki kannski skilgreint alveg nákvæmlega þannig, en við værum þá bara í raun og veru að hugsa betur að umgengni og í raun og veru landin okkar. Ég heyri það að það alveg fullt greinilega af verkefni sem hægt að ráðast í. Myndi það breyta eitthvað fyrir ykkur ef það yrði greitt fyrir þátttöku í svona verkefni og svo árangurstengda greiðslur eins og þeir eru að gera út í Írlandi og þá aðhalda einhverja sérfróðara í þessum umhverfismálum? Myndi það breyta ykkur fyrir ykkur myndi þið frekar taka þátt í svona verkefni ef að þessi faktorar væru til staðar? Að ég byrja á þér, Unnsteinn. Já. Ég svona, að fara að setja einhverja peninga inn í eitthvað svona sem að, sko það er náttúrulega bara fyrsta sem ég dettur í þegar menn að grafa hann í skurði, sem ég finnst ömurlegt. Sérstaklega þegar verið að grafa hann í skurði á túnum sem eru nýtt. Þegar það að fyrsta sem bóndinn gerir sem að var að nýta viðkomandi tún, það að grafa hann í tún hjá sjálfum sér. Þannig að þarna eru verið að setja fjármagn á villsa staði. Þess að það er ekki hort á málið réttum augum. Þarna er verið að búa til eitthvað sem heitir landvernd. Þarna er svona þetta sem ég er ekki sammála þessu, þetta er ekki landvernd fyrir mér. Að segjum að ég sé að nýta túnin hérna hjá nágrannanum mínum og svo selur hann að jörðina einhverjum að búa og það er að fyrsta sem hann gerir að hann sér að það er bara fullt af peningum fyrir að grafa hann í skurðina. Og hann fær fullt af peningum fyrir það, en ég þarf að eyða óhemju peningi í það að breyta náttúrunni, ég ætla ekki að orða öðru sinni, að breyta náttúrunni, að grafa skurði og gera með óhemju kostnaði. Þarna er ekki landvernd að virka í svona málum. Þarna er verið að eyða peningum í vitleysu. Og ég held að það verður að fara mjög varlega í þegar verið að setja peninga í það sem kallast landvernd. En það er bara akkurat þess vegna er það sem ég er að taka þátt í þessar umræðu. Það er til þess að fólk skilji það að við þurfum náttúrulega að nota landið, við þurfum að nýta það og að það sé samtalið á milli okkar. Það sé svona að menn verða að skilja hvern annan, bæði bændur og ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta fólk sem er í landvernd, hvort að það eru trúlega ekki margir bændur sem eru í þessum stjórnum, ég veit það ekki. Þannig að þarna þarf að vera
mjög mikið skilningur hann á milli og ég held að það þurfa að vanda rosalega vel til með fjármagn, en það sem ég lít á með það sem við erum að gera í dag, þetta samtal, að þá held ég að við séum að fara að gera bara svona, hvað maður að segja, skemmtilegan hóp sem vinnur saman að þessu öllu saman. Og auðvitað, eins og ég segi, sko, ég get komið mínu á framfæri bæði það sem gott og það sem ábótavant. Ég get komið því beint fram í staðinn fyrir að fara inn í eitthvað annað kerfi. Ég sé okkur saman sem góða heild. Takk fyrir þetta og það einmitt bara mjög flott að það komi fram svona ábendingar það að við séum kannski ekki alveg sátt við það hvernig fjármagnið nýtt og það þurfi þá að vera einhvers konar aðhald í kringum það. En í lognverkefninu þá erum við í rauninni ekki að horfa á svona framkvæmdir heldur erum við að meira að skoða búsvæðavernd sem þá hluti af þessari high nature value aðferðafræði. Þröstur, getur þú komið inn í þessa umræðu? Ég held að þetta sé nefnilega mjög mikilvægt að taka svolítið í þessa. Það að myndi við fyrir ekki að gera eitthvað eða kemur inn fjármagn til þess að gera hluti? Já, myndi það aðstoða þig við að kannski ef við bara byrjum á því að hugsa þetta verkefni, myndi það vera eitthvað drifhvati fyrir þið inn í þetta verkefni? Já, ég hugsa það og rauninni af því að tími er peningur og peningur er tími að til þess að geta gefið sér tíma í þetta eða þá að fá einhvern til að gera hlutina þá verður maður að hafa einhvern gjaldmiðil til þess að færa þar á milli og þess vegna held ég sé gríðarlega mikilvægt að sé þá einhverju fjármunir til þess að gera hlutina en þess að vasarnir hjá okkur bændum ekkert óskaplega djúpir alltaf sko. Þó svo okkar ábyrgðin er að viðhalda landinu og reyna að gera þannig að sé allan í mínum huga er náttúrulega þannig að það er mitt hlutverk að hafa landið eða jörðina mína sjálfbæra eins og hægt er og að ég skil henni í betra ákomulegi en ég tók við henni til næstu kynslóðar hver sem tekur við henni þá sko. En þú Sigrún, hefurðu einhverju að bæta við þetta? Já, ég vil bara taka undir þetta sem að Þröstur sagði. Sko, ég held nefnilega að ef maður tæki nú segjum bara maí og júní ætlaði nú að vera sinna landend alveg á fullum krafti á sinni jörðu, þá held ég að sé nefnilega mörgum bændur rosalega erfiður akkurat sá tími sem kannski besti tíminn í þetta þó að ég náttúrulega vera svo sem alltaf en ég alveg sannfærð það ef það kæmi peningur í þetta hvort sem að fólk myndi nota þá til þess að fá einhver til þess að gera hlutina eða sjá þeir væri gerðir eða gera það sjálft og þá kannski einhvern annan í einhver önnur verkefni. Ég held að þetta sé svolítið lykillinn að því að þetta svona virki að það sé farið út í einhver alvöru verkefni sem að svona sést svolítið mikið eftir. Þannig að ég alveg þeirrar skoðunar að það myndi breyta heilmiklu. Og að sjálfsögðu þetta vera sko svona árangus eða afkastatengt. Þannig að þetta væri skilningur, það væri ekki verið bara millifæra peninga þarna fram og tilbaka heldur í raun og veru væri þetta skila einhverju sem að svona til er ætlast í upphafi. Þegar við höfum ekki mikinn tíma eftir, þá langar mér svona að varpa seinustu spurningunni fram sem að tengist svolítið inn á þetta bara mikilvæga orð sem að við erum öll að velta upp núna eftir COVID-faraldurinn. Það er bara að telja því að náttúruvernd geti haft jákvæð áhrif á fæðuöryggi í landinu. Ef ég byrja þegar þér Þóra þegar ég sleppti þér áðan. Já, hún skiptir eiginlega bara ofboðslega miklu máli þar. Það er eiginlega bara eitt orðið við því. Sko. Náttúruvernd skiptir alltaf máli og hún er stór partur af því að fæðuöryggi líka. Við erum að búa til hreinan og góðan mat. Þannig að já, hún skiptir miklu máli. Og þú Þröstur, hvað hefurðu? Jó, þetta er líka spurning. Í hverju felst þá þessi náttúruvernd? Erum við að færa til vistgerðir til eða breyta einni vistgerði yfir í aðra til þess að auka framleiðni landsins. Og þar kemur kannski inn á það sem Unnsteinn var í áðan sko, að
við búum báðir við það að stór hluti jarða okkar eru eða ræktarlandi er á framræstri mýri. Og framræst mýri er náttúrulega mjög gjöfult land til þess að framleiða fóður til að geta framleitt fæðu eða mjólk eða kjöt eða hvað sem það er. Þannig að þetta er skilgreining á hvað náttúruvernd er. Og hún er náttúrulega mjög misjafn milli manna og fólk sér örugglega mismunandi sýna því hvað náttúruvernd er, en það að ræsa fram mýri til þess að framleiða fóður, til þess að framleiða mat, staðinn fyrir að flytja viðkomandi mat frá Spáni eða eitthvað, þar sem ein flugferð eru 17 tonn á olíu sem jafn mikið og ég er að nota í ári, þannig að allt er þetta vogaskálar, sko. Mjög mikilvægt að þetta er mjög áhugavert samspil. Sigrún, hefurðu hvað að bæta? Já, ég bara finnst þetta bara klárlega að skipta máli. Og það að framleiða matvöru sem er úrval að gæðum og framleidd í raun og veru á sjálfbæran máta, eykur fæðuöryggi. Það er bara, ég vil meina að bara segja sér sjálft. Og aðstæður, þekking og velvilji neytenda, sem við verðum að hugsa er forsenda þess að matvælaframleiðsla bara yfir höfuð vaxi og dafni. Og þar er náttúruvernd lykilatriði. Það er bara spurning útfærslu. Og ég held að bara þetta samtala það sé í raun og veru sátt þetta milli þeirra sem að kaupa okkur afurðirnar, bændana sem eru landverðir sinna jarða og þeirra sem að stunda náttúruvernd bara á allan mögulegan máta. Ég held að bara samtalið þeirra á milli sé bara rosalega mikilvægt og ég er alveg sannfærð það að það eru margir tilbúnir í það samtal og bara virðing á alla kanta fyrir öllum sjónarmiðum en kannski einhver skoðanaskipti og sameiginleg niðurstaða, ég held að það væri draumurinn. Takk fyrir. Unnsteinn, loka orð. Já, ég held að fæðuöryggi og náttúruvernd eigi mjög sterk sameiginleg hagsmuni, eins og Þröstur segir. Það eru 17 tonn á 1700 lítrar, 1700 lítrar á tonnu. Hvað segir Þröstur? Á 17 tonn ein flugferð til Spánar á olíu. Já, þannig að þó að við þurfum að taka einhverja hektara undir tún og framræsa mýri í það, þá tel ég það vera fullkomna náttúruvernd á mörgu leyti. Af því að við erum þá ekki að eyða alveg spor í það. Þannig að jú, ég held að fæðuöryggi, náttúruvernd, þetta getur allt spilað saman ef að við horfum á málið á alla kanta á málinu. Af því að þetta málið er ekki alveg svona, málið er ekki svona einfalt að þú grefur skurð og þú ferð að rækta korn og þá er það bara djöfull og helvíti að vera að eyða þarna mýri í það. En ef við tökum samtalið og ræðum þetta í botna þá komumst við að þeirri niðurstöðu að við erum að spara þarna kolefnisspor og flutninga og annað sem er ekkert annað en náttúruvernd. Þetta eru flott lokaorð. Mér langar að enda þetta á og athuga hvort það sé einhverjar spurningar meðal áhorfenda. Er einhverjar, vil ég spyrja fjórmenningana eitthvað? Ég held við séum búin að fara í gegnum alla spurningarna sem koma á tjatti. Við erum bara búin að vera svona. Þá ætla ég að biðja bara Sigurð um að koma með eina spurningu til okkar. Það sem hann er svona frumkvöðlinn í þessum. Já, ég held að það sé komið bara allt komið svona í það er búið að svara öllum spurningum held ég af úr samtalinu
og mér langar að þakka ykkur ofsalega vel fyrir að hafa gefið ykkur tíma að taka þátt í þessu með okkur. Þetta mjög verðmætt innlegg í verkefnið og ég held að við séum á bara mjög góðri leið og réttri leið. Og takk, og Berglind, takk hérlega fyrir að taka aðra stjórna þessu. Mér er svolítið gaman að breyta til. Að ég sé ekki alltaf einhver staðar. Já, takk fyrir að leyfa mér að spreyta mig. Ég er náttúrulega bara svo mikill nýgræðingur í þessu, þannig að þetta var bara mjög skemmtileg áskorun. Og takk fyrir að leyfa okkur að taka þátt. Þetta var mjög innhaldsríkar og gott samtal sem við áttum. Og bara allir þeir sem gáðu sér tími að hlusta. Þetta var mjög vel mætt á þennan fund. Ég taldi þarna einhvern tíman hátt í 40 sem voru inni, þannig að ég held að þetta sé bara frábært. Það er ekki bara met? Það er bara met, segjum við, heimsmet. Þetta var á Íslandi. Heimsmet í dag. Heimsmet í dag, það er ekki mjög ljós. En ég held bara að við kveðjum þá núna og í næstu viku verða flutt 3 erindi, byrja mánudag og svo miðvikudag og föstudag. Og hvet ykkur til að fylgjast með, við sendum út tilkynningum það á vefsíðun okkar og Facebook og reynum að dreifa þessu svolítið. En bara takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis, þetta var bara gaman. Takk fyrir og góða helgi. Bless.